Klöppum fyrir Daníeli. Frábært. Kæru útskriftarnemar, rektor, starfsmenn Landbúnaðarháskóla Íslands og aðrir góðir gestir. Fyrir hönd Landbúnaðarháskólans og býð ykkur hjartanlega velkomin á brautskráningu hér í Hjálmakletti á þessum mikla gleðidegi. Ég heiti Guðmunda Smáradóttir, er mannauðs- og gæðastjóri Landbúnaðarháskólans og það er mér mikill heiður að fá að stýra þessi athöfn hér í dag. Ég minni á að slökkva á símum og bendi á að myndataka fer fram að athöfn lokinni. Við hefjum dagskrána með ræðu rektors. Ragnheiður, gjörðu svo vel. Takk Guðmunda. Ágætu kandídatar, búfræðingar, starfsfólk og aðrir góðir gestir. Við erum öll hjartanlega velkomin til brautskráningar hátíðar Landbúnaðarháskóla Íslands árið 2024. Kæru kandídatar og búfræðingar, innilega til hamingju með áfangan sem þið hafið unnið að á undanförnum árum. Þennan merkisáfanga að ljúka formlega námi. Og við njótum þess öll að fagna með ykkur í dag. Carpe diem, stutt latneskt orðasamband úr frægu ljóði eftir rómverska skáldið Hóras. Örstutt skilaboð, 2 orð, jafnvel 2 orð á íslensku líka. Griftudaginn. En merkingin svo innileg, svo djúp og svo innihaldsrík. Griftudaginn. Þessi 2 orð, þessi litla setning hvetur okkur til að njóta lífsins í núinu. Gera sem mest úr hverjum degi og meta ánægjuna og tækifærin sem verða á vegi okkar. Hún minnir okkur á að njóta dagsins. Gef okkur tíma. Gef okkur tíma fyrir okkur sjálf og fyrir aðra. Að staldra við, að brosa, að gefa öðrum af sólskininu í hjarta okkar. Mér langar til að vitna í ljóðið Mannlegt viðmót eftir Árna Grétar Finnsson en þar segir: Þú ert það sem þú öðrum miðlað getur og allar þínar gjafir lýsa þér og ekkert sýnir innri mann þinn betur en andblær hugans sem þitt viðmót ber. Því líkt og sólin, ljós og yl þú gefur og lífið dabrast ef hún ekki skín, svo viðmót þitt á aðra áhrif hefur og undir því er komin gæfa þín. En hvernig stóð Landbúnaðarháskóli Íslands sig á síðasta skólaári í því að miðla og gefa af sér? Hvar var áherslan í starfinu og á hvaða leið er skólinn? Vinna við mótun nýrrar stefnu fyrir skólann var fyrirferðarmikil á haustmánuðum og byggði sú vinna einkum á niðurstöðu úttektar eflingu gæða í íslenskum háskólum. Fundir voru haldnir með starfsfólki og fulltrúum nemenda þar sem farið var yfir starf skólans, þann árangur sem náðst hefur og rætt hvernig hægt væri að ná enn lengra til að styrkja skólann til framtíðar. Miðjan nóvember var boðað til opins fundar til að fá endurgjöf frá ytri hagaðilum og í framhaldinu var ný stefna Landbúnaðarháskóla Íslands 2024 til 2028 samþykkt með gildistöku frá 1. janúar síðastliðnum. Áherslur í nýrri stefnu eru settar fram í 4 meginköflum. Framsækið og spennandi nám, rannsóknir, nýsköpun og alþjóðlegt samstarf, traustir innviðir, hvetjandi starfsumhverfi og jafnrétti og loks áhrif til framtíðar og ávinningur fyrir samfélagið.
Í nýrri stefnu áfram unnið á þeim grunni sem lagður var með stefnu Landbúnaðarháskóla Íslands árið 2019 til 2024. Áhersla lögð á gæða- og umbótastarf sem styður við stefnu stjórnvalda og áhersla háskóla, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra nýsköpun, skilvirkni og gagnsæi í fjármögnun háskólakerfisins. Sérstaklega horft til þess að auka gæði og skilvirkni kennslu með þróun náms- og kennsluaðferða og vinna markvisst með nemendum og nota endurgjöf þeirra til að bæta námið og námsaðstöðuna enn frekar. Evrópusamstarf hefur verið að eflast með aukinni sókn í samkeppnissjóði svo sem Horizon, Erasmus+ og LIFE, en á vormánuðum var met slegið í fjölda umsókna sem sendar voru frá Landbúnaðarháskóla Íslands til erlendra samkeppnissjóða. Á árinu 2023 slógum við einnig met í fengnum styrkjum til rannsókna en samþykkt verkefni á árinu 2023 skiluðu 400 milljónum krónum. Þessi tala hefur vaxið á hverju ári undanfarin 5 ár og skilað sér í bættum innviðum og fjölgun framhaldsnemenda, ekki síst nemendum í doktorsnámi. Áætlað að nýtt met verði slegið á næsta ári með fjölda brautskráðra doktorsnema frá Landbúnaðarháskólanum. Samhliða vinnu við stefnumótun jókst rannsóknarstarfsemi Landbúnaðarháskólans og alþjóðlegt samstarf styrktist. UniGreen háskólanettið sem samstarf 8 evrópskra háskóla á sviði landbúnaðar, líftækni og lífvísinda og styrkt af Erasmus fór vel af stað og fjölmargir fundir haldnir á árinu þar sem samstarfsverkefni til framtíðar hafa verið undirbúin. Samstarfsaðilar koma frá Spáni, Póllandi, Ítalíu, Frakklandi, Belgíu, Portúgal og Búlgaríu og meginmarkmiðið að efla samstarf rannsóknir, nýsköpun og menntun. Þegar hefur verið sótt nokkuð ný samstarfsverkefni meðal annars til Horizon og nýlega var svo undirritaður samstarfssamningur sameiginlegt doktorsnám 5 þessara háskóla, þar á meðal Landbúnaðarháskólans. Og fyrr í þessu mánuði var Lífvísindaháskólinn í Póllandi heimsóttur, þar sem umræða samstarf nám í dýralækningum var á dagskrá. Norrænt samstarf hefur einnig verið að styrkjast á undanförnum misserum. Landbúnaðarháskóli Íslands tók að sér formennsku til 3 ára í NOVA, norrænu samstarfi doktorsnámskeið, mitt ár 2023 og var velheppnaður fundur haldinn í samstarfsnetinu að því tilefni í júní á Hvanneyri. Þá var einnig fundur með formanni BOVA, en það sambærilegt samstarfsnet Eystrasaltsríkjanna. Starfsmenn Landbúnaðarháskólans eru virkir í samstarfi UArctic á nokkrum sviðum og eiga formenn í 2 þeirra. 2 þemanetum eða Thematic Networks og erum við afskaplega stolt af því. Þá einnig góð virkni í samstarfsneti Evrópskra lífvísindaháskóla eða ICA og tókum við í fyrsta sinn þátt í samkeppni skráningu líffræðilegs fjölbreytileika á skólasvæðinu á árinu 2023 og einnig í nýsköpunarsamkeppni meðal háskólanemenda á sviði lífvísinda. Í báðum tilfellum var ákveðið að endurtaka leikinn og taka þátt aftur í ár. Ný alþjóðleg meistaranámsbraut í endurheimtarfræðum Restoration Ecology var boðin í fyrsta sinn haustið 2023. Að ræða 2 ára þverfaglegt nám og voru viðtökur góðar. Fyrstu nemendur úr því námi munu því útskrifast næsta vor. Unnið hefur verið að uppfærslu meistaranáms í skipulagsfræði sem miðar að því að gera námið markvissara og koma betur til móts við kröfur og þarfir samfélagsins. Styrkur fékkst til verkefnisins úr samstarfssjóði háskólanna og það unnið í samstarfi við Háskóla Íslands, Háskólann í Reykjavík og Listaháskóla Íslands. Mikil áhersla hefur verið á eflingu jarðræktar á undanförnum misserum og voru sérfræðingar Landbúnaðarháskólans fengnir til að vinna skýrslu fyrir matvælaráðherra mögulegan ávinning af aukinni kornrækt á Íslandi. Hlaut skýrslan afar góðar viðtökur og hefur matvælaráðherra í framhaldinu gert samning til 5 ára við Landbúnaðarháskóla Íslands kornkynbætur. Í síðasta mánuði lá svo fyrir að fjármunir væru tryggðir til byggingar jarðræktarmiðstöðvar og rannsóknargróðurhúss á Hvanneyri og gert ráð fyrir að framkvæmdir verði boðnar út á þessu ári og að þeim verði lokið á árinu 2026. Þetta
gríðarstór áfangi sem unnið hefur verið að margra ára skeið og erum við afskaplega glöð og þakklát fyrir að hann sé nú í höfn. Arfur frá Magnúsi Óskarssyni mun verða nýttur til kaupa á innviðum, tækjum og búnaði. Mælingar á metanlosun frá iðragerðri nautgripa sem hófust á síðasta ári var haldið áfram og nú liggja fyrir fyrstu niðurstöður mælinga á metanlosun íslenskra mjólkurkúa sem gefa grunngildi sem byggt verður á við fóðurtilraunir þar sem kannað verður hvort minnka megi losun frá jórturdýrum með breyttri fóðrun. Endurmenntun LBHÍ hélt áfram að styrkja stöðu sína á síðasta skólaári. Endurmenntun LBHÍ sinnir símenntun og endurmenntunarþörf á sviði landbúnaðar og matvælaframleiðslu, ræktunar lands, sjálfbærra nýtingar auðlinda, landslagsarkitektúrs og skipulagsfræða. 1000 manns taka þátt árlega í ýmsum námskeiðum endurmenntunar sem oft eru haldin í samstarfi við bændasamtökin, búnaðarsambönd, skógræktin og landgræðsluna, nú Land og skó og fleiri aðila. Reiðmaðurinn hefur vaxið sérstaklega á undanförnum misserum en þar er að ræða einingabært nám á framhaldsskólastigi og þar liku 250 manns námi nú í vor. Kynningarstarf Landbúnaðarháskóla Íslands hefur aukið sýnileika á starf Landbúnaðarháskólans og við finnum sterkt fyrir áhuga hagaðila bæði hér innanlands og erlendis á samstarfi. Það hefur gefið okkur byr í seglin með auknu samstarfi má ná betri árangri til nýtinga þeirra sóknarfæra sem framundan eru í íslenskum landbúnaði, umhverfis- og skipulagsmálum. Á skólaárinu var áfram unnið að uppfærslu reglna og stefnuskjala, unnið var að endurmati siðareglna í samstarfi við siðanefnd og nú voru nýjar siðareglur samþykktar í upphafi árs 2024. Ný gæðastefna var svo samþykkt í þessari viku auk fjölda annarra gæðaskjala. Undanfarið hefur verið rætt einföldun og skipuriti Landbúnaðarháskóla Íslands og breytingum á reglum þar að lútandi. Mun sú vinna halda áfram á haustmánuðum. Í þessari stuttu yfirferð hef ég einungis farið yfir fá af þeim verkefnum sem unnið er að hjá Landbúnaðarháskóla Íslands. En sóknin heldur áfram og er flestum ljóst að aukið samstarf hagaðila, aukin rannsóknarvirkni, meiri nýsköpun, fjölgun nemenda og starfsmanna er grunnurinn að góðum árangri í Landbúnaðarháskóla Íslands og þar með í íslenskum landbúnaði. Nemendum, starfsfólki og öðrum samstarfsaðilum er þakkað fyrir árangursríkt starf á síðasta skólaári. En nú að ykkur, kæru kandidatar og búfræðingar. Carpe diem, grípum daginn, njótum dagsins í dag alveg sérstaklega. En njótum líka dagsins á morgun og ekki á morgun heldur hinn og hinn og hinn og hinn. Gerum sem mest úr hverjum degi og nýtum tækifærin sem verða á vegi okkar og umfram allt höfum ánægju og gleði af og veitum öðrum af allsnægtum gleðinnar. Það umbótastarf sem ég fór yfir í ræðu minni mun efla skólann og gera vinnu okkar allra verðmætari. Ég vona innilega að þið hafi notið tímans sem þið hafi verið hjá okkur. Ég geri mér grein fyrir að það hefur stundum reynt á ykkur og kannski mest núna á lokametrónum, en nú er tími til að gleðjast. Það vill svo til að það er ágætt samsvörun með námi og búskap sem kemur fram í eftirfarandi ljóði. Frómar óskir fram skal bera, fyrst og síðan spáð, að upp þú munir ætíð skera eins og til var sáð. Þessar línur eiga ekki síður við lífið sjálft og með því sendi ég ykkur frómar óskir til framtíðar. Til hamingju með áfangan og með ykkur farnast vel í öllum þeim verkefnum sem framundan eru. Takk Ragnheiður og þá er komið að tónlistaratriði og vil ég bjóða hingað á svið Ástu Marí Stefánsdóttur sem syngur lagið Í rökkurró,
lag eftir Al Nevins, Morty Nevins og Buck Ram, texti Jón Sigurðsson og Arti Dunn. Viðar Guðmundsson sér undirleik. Gjörið svo vel. Þakkir fyrir frábæra tóna. En þá er nú komið að stóru stundinni, brautskráningunni sjálfri, og við ætlum að byrja á starfsmenntanáminu. Við langar með að bjóða Helga Eyleif að stíga hingað á stokk. Gjörðu svo vel. Kæru nemendur, til hamingju með daginn. Til hamingju með nýjan titil. Þið getið núna með stolti eftir þetta kallað ykkur búfræðingar og það er aldeilis gleðilegt og gáfulegt því nám er frábær fjárfesting sem eru aldrei af ykkur tekin. Búfræðinámið er fjölbreytt og mjög krefjandi. Það krefur þau nemendur okkar að sýna mjög mismunandi leikni
Allt frá líffærafræði til rafsuðu, frá markaðsfræði til kynbóta, frá bókhaldi til plæginga og allt þar á milli. Þannig að þau þurfa að sýna að þau séu sling og geti unnið margs konar verk. Það er mjög svipað og áþekkt því verki sem flestir kjósa sér eftir námið, það er að gerast bóndi. Ég vona að þekkingin sem þið hafið tileinkað ykkur nýtist ykkur í starfi og hvort sem að það sé áframhaldandi nám, búskapur eða eitthvað allt annað. Mér langar bara fyrir hönd okkar kennarana í búfræðideildinni að óska ykkur til hamingju með áfangan daginn í dag og þakka ykkur fyrir góð kynni. Og þá köllum við fyrsta búfræðinginn á svið sem er Bragi Geir Bjarnason. Gefum honum gott klapp. Næst á svið er Edda Guðrún Arnórsdóttir. Þá er það Emil Jóhann Þorsteinsson. Halldór Örn Guðmundsson. Hannes Haukur Sigurðsson. Heiðrún Hrund Sigurðardóttir. Heiðrún Nanna Ólafsdóttir Möller. Helgi Snær Björgvinsson. Hildur Ósk Þórsdóttir. Yesenia Kristín Valach. Jón Halldór Torfason. Lára Guðnadóttir. Magnús Logi Sigurbjörnsson. Ragnhildur Ásta Ragnarsdóttir. Róbert Andri Björgvinsson. Sigfús Páll Guðmundsson. Sigríður Ósk Jónsdóttir. Stefán Ármann Vaksson. Steindór Már Ólafsson. Sunna Lind Sigurjónsdóttir. Svala Valborg Fannarsdóttir. Og loks Vésteinn Valgarðsson. Glæsilegur hópur og þá er komið að skemmtilegri stund. Formlega verða búfræðingar, gjörið þið svo vel og setjið húfurnar. Gefið þeim síðan gott klapp. Þetta er glæsilegur hópur. Þá er komið að því að verðlauna fyrir frábæran árangur og við byrjum á því að veita verðlaun fyrir frábæran árangur í hagfræðigreinum. Gefandi verðlauna eru Búnaðarsamtök Vesturlands
Og sá sem hlýtur það í ár er Lára Guðnadóttir. Gefum henni gott klapp. Þá er komið að frábærum árangri í bútæknigreinum, þar er gefandi Lífland og í ár hlýtur verðlaun Vésteinn Valgarðsson. Næst er það fyrir frábæran árangur í búfjárræktargreinum, gefandi verðlauna er RML og í ár hlýtur verðlaunin Sunna Lind Sigurjónsdóttir. Þá er það fyrir frábæran árangur í námsdvöl, gefandi er minningarsjóður Hjartar Snorrasonar og Ragnheiðar Torfadóttur og það er aftur Sunna Lind Sigurjónsdóttir. Gefum henni gott klapp. Og þá er komið að loka verðlaununum sem er einfaldlega fyrir frábæran árangur á búfræðiprófi. Gefandi eru Bændasamtök Íslands og í ár hlýtur verðlaunin Lára Guðnadóttir. Gefum henni gott klapp. Þá höfum við lokið okkur af og innilega til hamingju aftur og við bara bjóðum ykkur að ganga til sætis. Hjartanlega til hamingju, búfræðingar. Þá er komið að öðru tónlistaratriði og það er Ásta Marie og Viðar Guðmundsson sem munu stíga á stokk á ný og flytja lagið Sprett. Lag eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson og texti Hannes Hafstein. Gjörið svo vel. Ég berst á fóki fram undir, fjallahlíðum háum hleypir, og golan kissir kinn, og harða spretti hendist áfram klárinn minn. Frá þessum fjöllum fljúgi móti mér, sem hvolfur loftið klárinn fer, og lönd mín er svo létt, eins og get ég gerðast lífið geisað fram í einum sprett. Hve fjöri heilar færist fagnaði, hjarta nektar færist lærvikið að finna fjörtöxtin, Þú ert mesti gæði komnir, góðan eftir klarinn minn. Hve hátt hann lyftir hnakka, hvessir brá, hreykinn makka horfið á, faxi flaksast til, gröndin undir syngur söngvast létt við léttis hófaspil. En lagið á sprettin léttir líkt við eigum brekku eftir,
Áður en lengri haldi þá ber þess að geta að 2 nemendur hafa jafnframt klárað bóklegt og verklegt nám af garðyrkjubrautum. En þeir eru Hrafnkell Erik Guðjónsson, skrúðgarðyrkja, hann er fjarverandi í dag, og Ingvar Þorsteinsson, garðyrkjuframleiðsla, ylrækt, fjarverandi í dag. Gefum þeim endilega gott klapp. Og nú tekum við afhending skírteina og verðlauna úr háskólanámi. Og við byrjum á búvísinda- og hestafræðibrautinni og langar mig að bjóða Önnu Guðrúnu Þórðardóttur og rektor að stíga á stokk. Gjörið svo vel. Rektor, búfræðingar og kandidatar og aðrir gestir, til hamingju með daginn. Ég tók við starfi brautastjóra síðastliðið haust og þekkti þar nokkur kunnuleg andlit sem voru þá að hefja sitt 3. ár og sinn lokasprett til kandídatsprófs í búvísindum. Ég kynntist á þessu fólki sem útskrifast í dag aðallega í gegnum BS-verkefnavinnu þeirra í vetur. Sú vinna einkenndist af eljusemi og metnaði og vöndu lokaverkefni litu dagsins ljós. Vöndu rannsóknarverkefni er einmitt það sem kemur til með að fleyta íslensku landbúnaði áfram, efla samkeppnishæfni hans og framþróun. Í dag útskrifum við 10 kandidata sem að ganga leið til liðs við landbúnaðinn og ég efast ekki annað en að metnaður og eljusemi komi til með einkennastörf þeirra í þágu íslensks landbúnaðar. Þá vil ég bara óska ykkur til hamingju og kalla fyrst á svið Áslaugu Helgu Alfreðsdóttir. Eydís Ósk Jóhannsdóttir. Helga Rún Jóhannsdóttir. Logi Jökulsson. Marta Stefánsdóttir. Ómar Ólafsson. Ósk Reynisdóttir. Pétur Snær Ómarsson. Vildís Þrá Jónsdóttir. Og Þorvaldur Ragnar Þorbjarnason. Og þá er komið afhendingu brautskráningarskírteina hestafræðibraut. Íslenski hesturinn er okkur öllum kær, en þetta órjúfanlegur hluti af okkar sögu. Sjaldan hefur íslenski hestaheimurinn verið stærri og sjaldan hefur íslensk hestamennska verið stundið fyrir augum jafn margra. Rannsóknir og menntun á sviði hestafræða hafa því sömuleiðis sjaldan verið mikilvægari og í dag útskrifum við mjög svo lofandi kandidat sem íslensk hrossarækt er heppin að fá til liðs við sig, en það er hún Steindóra Ólöf Haraldsdóttir. Já, þá er verðlaunaafhending fyrir góðan árangur á BS-prófi á búvísindabraut og gefandi þeirra verðlauna er Bændasamtök Íslands hljóta að þessu sinni 2 nemendur og það eru þær Eydís Ósk Jóhannesdóttir og Marta Stefánsdóttir. Og fyrir góðan árangur á BS-prófi á hestafræðibraut, gefandi kaupfélag Borgfirðinga er Steindóra Ólöf Haraldsdóttir. Framtíðin ykkar
Til hamingju. Hamingju á skyrtil ykkar. Þá er komið að afhendingu skyrtuna úr landslagsarkitektúr og langar mig að biðja Hermann Georg Gunnlaugsson, námsbrautastjóra, að stíga á svið. Gjörðu svo vel, Hermann. Góðu gestir, ágætu útskriftarnemendur úr BS-námi í landslagsarkitektúr. Það er náttúrulega alltaf gaman að standa hér og kveðja gott fólk og ég veit það að þessi frábæri hópur á eftir að standa sig vel í framtíðinni. Þið þekkið náttúrulega hvernig ég verð því þess þarf að standa á svona stað eins og hér, en þetta fólk er búið að vera frábært alveg frá upphæðu til enda og ég ætla bara að biðja ykkur velkomin að koma inn upp á sviðið þeirri röð sem ég les og fyrstur ætti að vera á svið Arnar Þórsson, hann er bara fjarverandi vegna veikinda. Þannig að næstur á svið er þá Auður Ingvarsdóttir, gjör svo vel. Og næstur ætti að vera Gerður Dýrfjörð, hún er fjarverandi og hún hringdi mig í gær og dauðsa eftir að hafa ekki getað komið, en hún er flutt til Svíþjóðar, en næstur er þá Guðlaugur Darri Pétursson, gjörðu svo vel. Og þá er næst Helga Svandís Helgadóttir. Og þá er það Ingunn Sigurðardóttir. Og þá er það næst Gyða Lára Bergsdóttir. Og þá er það Magnús Guðbergur Jónsson Núban. Og Margrét Valdimarsdóttir er fjarverandi og það er Stefánía Einarsdóttir. Og að lokum Tapia Elisabeth Snæder. Og enn og aftur bara til hamingju og ég óska ykkur velfarnaðar í framtíðinni og vona svo innilega því að haldi áfram námi. Ég glemdi náttúrulega líka einu atriði. Það eru veitt verðlaun fyrir góðan árangur í BS-námi í lokaprófi og gefandi er Félag íslenskra landslagsarkitekta og að þessu sinni er það Tapia Elisabeth Snæder sem hlýtur þau verðlaun. Hvað var hitt? Var ekki eitthvað meira en það? Nei, var ekki komið. Það voru komið.
Hamingjóskir. Þá er komið afhendingu skírteina úr náttúru- og umhverfisfræði sem og skógfræði. Gjörið þið svo vel að stíga á svið Fanney Gísladóttir og Jóhanna Bergrún Ólafsdóttir, námsbrautastjórar. Komið þið sælir, ágætu gestir. Hér næstir á svið eru nokkrir snillingar sem nú bætast í hóp sérfræðinga á sviði náttúru- og umhverfisfræði. Þau eru sannarlega góð viðbót. Ágætu útskriftarnemar, nú er ástæða til að fagna. BS-prófið er í höfn og ég vona að námið sem þið eru nú að ljúka hafi gert ykkur margsvísari og betur svona undirbúin til að takast á við áskoranir framtíðarinnar. Takið virkan þátt, þið getið haft raunveruleg áhrif. Ég er stolt af því að fá að kveðja ykkur með þessa prógráðu í farteskinu og gangi ykkur bara allt í haginn og til hamingju. Og nú ætla ég að biðja ykkur að ganga á svið hér hvert á fætur öðru og veita prófskírteininu ykkar viðtöku. Fyrst á svið vil ég fá Önnu Björgu Sigfúsdóttur. Næst er Björk Sigurjónsdóttir. Þá er það Gunnar Gunnarsson. Hér næst í stafrófsröðinni er Halldóra Ingimarsdóttir en hún er því miður ekki með okkur hérna í dag. Þannig að nú er það hún Hólmfríður Sigurbjörnsdóttir. Þá er það Kristín Halla Haraldsdóttir. Rakel Þorbjörnsdóttir. Og Valdís Sólrún Antonsdóttir. Og þá ætlar hún Jóhanna að taka hérna við. Komið í sæl. Mér er það mikill heiður að standa hérna með ykkur í dag, kæru búfræðinemar og kandidatar. Ég stend hérna sem brautarstjóri náms í skógfræði og kalla hérna upp minn útskriftarnema rétt á eftir og þá hefur skólinn útskrifað samanlagt 43 skógfræðinga frá árinu 2007 sem er fagnaðarefni. Að ljúka háskólaprófi er stór og merkur áfangi. Fyrir suma eru þetta tímamót sem að marka formleg lok skólagöngu og margir hafa jafnvel tryggt sér sitt framtíðarstarf þar sem að þeirra menntun kemur að góðu gagni. Aðrir hafa hug á frekara námi og þá er svo gráða sem að tekin er við hér í dag gott veganesti og getur opnað margar dyr. Sama hvað leiðin er valin þá hvet ég ykkur öll til að hætta aldrei að læra. Við lærum svo lengi sem við lifum. Og það er til máltæki sem segir að besti tíminn til að gróðursetja tré hafi verið fyrir 20 árum en næst besti tíminn er í dag og núna. Og ég treysti því að skógfræðingur númer 43 taki virkan þátt í að efla skógræktarstarf hér á landi bæði fræðilega og verklega og kalla nú á svið Narfa Hjartarson. Og þá er það verðlaunaafhendingin.
prófgráðan sem þið hafið nú í höndunum náttúrulega ykkar verðlaun, ykkar uppskera, en það hefur skapað svo hefð að veita eins konar auka verðlaun og fyrir frábæran árangur á BS-prófi í náttúru- og umhverfisfræði þetta árið hlýtur Anna Björg Sigfúsdóttir. Og þá óska ég ykkur bara öllu innilega til hamingju og farnist gangi ykkur allt í haginn í framtíðinni. Eitt augnablik í viðbót í sviðsljósinu. Það sem sagt líka viðurkenning fyrir góðan árangur á BS-prófi í skógfræði sem gefin af Skógræktarfélagi Reykjavíkur og hann vel af þessari viðurkenningu kominn, hann Narfi Hjartarson. Til hamingju öll sömul. Jæja, það fyrir nú aðeins að síga á seinni hlutan hjá okkur og nú ætlum við að verðlauna fyrir góðan árangur heilt yfir á BS-prófi. Fyrir frábæran árangur fyrir BS-lokaverkefni gefandi Landbúnaðarháskóli Íslands og verðlaunin hlýtur Tabea Elisabeth Snæder, landslagsarkitektur. Engu 9,7 og Magnús Guðbergur Jónsson Núpan, landslagsarkitektur. Og bæði hlutu þau engunina 9,7. Og þá það verðlaun fyrir frábæran árangur á BS-prófi, áður var að lokaverkefni, gefandi Landbúnaðarháskóli Íslands og það aftur Tabea Elisabeth Snæder. Og hún fær einkunninn 8,97. En þá komið að afhendingu skírteina úr framhaldsnámi og langar mig að bjóða Hlyn Óskarsson, umsjónarmann framhaldsnáms, að stíga á svið. Gjörðu svo vel. Kæru nemendur, gestir, það fjölbreyttur hópur framhaldsnema sem að lokið námi í vetur, fjölbreyttur, fjölþjóðlegur og ýmsum fræðigreinum. Þess ber að geta hér upp að margir þeirra eru og sérstaklega erlendu nemendur eru fjarverandi í dag. En alls luku 18 framhaldsnemar á meistara- eða doktorstigi námi í vetur og þessir einstaklingar eru nú sérfræðingar á sínu sviði, meistarar. En góð menntun á framhaldsstigi kennir okkur ýmislegt fleira en bara fræðin, til dæmis kennir okkur öguð og skilvirk vinnubrögð. En góð menntun kennir okkur líka gildi þess að líta heiminn greinandi augum og ekki þá einungis til þess að geta greint hismi frá kjarnanum sem sífellt mikilvægara, heldur einnig að geta greint smáatriðin,
blæbrigðin, litina, tónana og skilji mikilvægi þess alls í göngu okkar hér Grund. Nú, ég ætla þá að lesa upp nöfnin og geta þeirra fræðasviða sem þau útskrifust af. Og fyrst þá 17 meistaranemar. Fyrst Anna Karolína Sarkelia, hún fjarverandi, útskrifast af umhverfisbreytingar á norðurslóðum. Britta Stíger, umhverfisbreytingar á norðurslóðum, einnig fjarverandi. Nú Díana Berglind Valdimarsdóttir, skipulagsfræði, hún hér. Og Ellie Fischer, umhverfisbreytingar á norðurslóðum, einnig hér. Næstur í röð Franklin Harris, umhverfisbreytingar á norðurslóðum, en hann fjarverandi. Þá Gústaf Jarl Viðarsson, skógfræði. Þá Halldór Jón Björgvinsson, skipulagsfræði, fjarverandi. Hulda Birna Albertsdóttir í náttúru- og umhverfisfræði, en Hulda fjarverandi. Kári Freyr Lefever í skógfræði, Kári fjarverandi. Kimberly Patricia M. Medina, umhverfisbreytingum á norðurslóðum, en Kimberly fjarverandi. Lise Susanne Demsley, umhverfisbreytingar á norðurslóðum, fjarverandi. Lorenzo Veglio, útskrifast af náttúrufræði og umhverfisfræði, hann hér í dag. Nú, Manuel Bettineski, umhverfisbreytingar á norðurslóðum, fjarverandi. Sara Gibson, umhverfisbreytingar á norðurslóðum, fjarverandi. Samuel de Huens-Chua, einnig umhverfisbreytingum á norðurslóðum, líka fjarverandi. Steinunn Helgadóttir, umhverfisbreytingar á norðurslóðum, fjarverandi. Og loks Valdís Vilmarsdóttir, skipulagsfræði, en hún einnig fjarverandi. En við skulum klappa fyrir öllum þessum fjarverandi nemendum líka. Nú næst það þá viðurkenningar fyrir árangur í námi og fyrir góðan árangur á MS-prófi í skipulagsfræðum og gefendur Skipulagsfræðingafélag Íslands hlýtur annars vegar Díana Berglind Valbergsdóttir. Og hins vegar Valdís Vilmarsdóttir, en eins og ég sagði áður, hún fjarverandi í dag. Nú frábær árangur á MS-prófi í umhverfisbreytingum á norðurslóðum, gefandi Landbúnaðarháskóla Íslands, hlýtur Franklin Harris, en því miður ekki hér í dag. Og loks frábær árangur á MS-prófi í rannsóknum með meistaranámi, þá gefandi Landbúnaðarháskóla Íslands, hlaut Kári Freyr Lefever, en hann fjarverandi. Við skulum klappa fyrir því. Nú, það var ánægilegt að það einn nemandi lauk varði sína doktorsritgerð á þessu vetri og það var María Vilke í skipulagsfræði, en María fjarverandi í dag, en skulum klappa fyrir henni. Nú, ég vil bara að lokum óska ykkur innilega til hamingju með að klára þetta og vegna ykkur vel framtíðinni.
Þá er komið að enn einu tónlistaratriðinu og vil ég bjóða Ástu Marí og Viðar á svið, en þau ætla að flytja okkur lagið Orðin mín eftir Braga Valdimar Skúlason. Gjörið svo vel. Kærar þakkir fyrir yndislega tóna. En þá er komið að afhendingu námsstyrkjar úr Blikastaðasjóði.
og vil ég bjóða rektor að stíga á svið. Gjörðu svo vel, Ragnheiður. Takk fyrir það, Guðmunda. Blikastaðasjóður hefur úthlutað árlega við brautskráningu og það verður eins í ár. Blikastaðasjóður var stofnaður árið 1999 af Sigsteini Pálssyni, fyrrverandi bónda á Blikastöðum og fjölskyldu hans. Og í reglum sjóðsins segir hlutverk hans: hlutverk sjóðsins er að styrkja nemendur sem lokið hafa háskólanámi frá Landbúnaðarháskóla Íslands til framhaldsnáms erlendis eða til rannsókna í landbúnaðarvísindum eftir því sem stjórn sjóðsins ákveður. Einnig er stjórn sjóðsins heimilt að verðlauna nemendur Landbúnaðarháskólans fyrir framúrskarandi árangur á burtfararprófi. Í stjórn Blikastaðasjóðs sitja með mér Magnús Sigsteinsson fyrir hönd stofnenda, en hann ætlaði að vera hér með okkur í dag en forfallaðist og biður fyrir mjög góðum kveðjum, og Jóhannes Sveinbjörnsson, dósent við deild ræktunar og fæðu. Í ár er það Sunna Skeggjadóttir, meistaranemi við Landbúnaðarháskóla Íslands, sem hlýtur styrk úr Blikastaðasjóðnum til meistaraverkefnis síns í jarðrækt. Sunna hlýtur 500.000 krónur styrk að þessu sinni og vil ég biðja Sunnu að koma hér upp til mín og ég ætla svo að lesa hér aðeins meira hana og verkefnið. Hún þarf að hafa fyrir þessu daman, sko. Nú ætla ég að beða að standa hér á sviðinu meðan ég er að lesa eins hana. Það er ekkert auðvelt verkefni. Brosa breitt áður nú fær ávísunina. Sunna er uppalin á Skeggjastöðum í Flóanum. Hún hefur unnið fjölbreytt störf, einkum á sviði búfjárræktar, en undanfarin ár hefur áhuginn færst meira yfir á sviði jarðræktar. Og við erum náttúrulega alveg himinlifandi yfir því að fá Sunnu í teymið, jarðræktarteymið okkar, af því að einhver þarf nú að vinna alla vinnuna. Við erum búin að fá, eins og ég sagði ykkur í ræðu minni áðan, stóran samning við matvælaráðuneytið til 5 ára upp á 454 milljónir krónur. Við erum búin að fá núna vilyrði fyrir því að það verði byggð jarðræktarmiðstöð á Hvanneyri á næstu 3 árum, með samningi við bæði matvælaráðuneytið og háskóla, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið, og þá skulum nú ekki gleyma fjármála- og efnahagsráðuneytinu í þessari upptalningu. Mjög mikilvægt ráðuneyti í þessu. Þannig að þetta eru stórar upphæðir sem þarf að vinna vel fyrir og hér kemur Sunna sterk inn. Og svo eru þá ótalin öll þau verkefni sem búið er að semja við hina og þessa stóra sjóði, bæði hér innanlands í gegnum Rannís og fleiri aðila og erlendis. Þannig að teymið er sterkt og verður nú enn sterkara. En áfram Sunnu, að loknu BS og búfræðinámi við Landbúnaðarháskóla Íslands var stefnan tekin á meistaranám við sama skóla og veturinn 2023-24 hefur hún verið skiptinámi við Lífvísindaháskólann að Ási í Noregi og er nú nýkomin heim og mun vinna hér að sínum jarðræktartilraunum í sumar og stefnir svo að því að ljúka meistaranámi sínu næsta vor. Þetta er nokkuð erfitt, Sunna. En innilegar hamingjuóskir, Sunna, og enn á ný góðar kveðjur frá Magnúsi sérstaklega sem hefði svo viljað vera hér með okkur, og ég vil biðja ykkur að klappa fyrir Sunnu. Jæja, gott fólk, þá nú komið að lokum þessarar brautskráningar hér í dag. Mynd er á myndatöku strax að lokinni athöfn, væntanlega hérna innandyra. Það virðir ekki alveg til myndatöku utandyra, en Rósa, hún stjórnar því, hún er hérna einhvers staðar á vappi. En allavega, eftir myndatöku þá er útskriftarnemum og gestum boðið í kaffiveitingar á Hvanneyri. Og hérna við bara hvetjum ykkur allir að mæta þangað sjálfsögðu. En kæru útskriftarnemar, enn og aftur til hamingju með áfangann. Takk fyrir daginn og bjarta framtíð.